Pétur, svekkjandi tap fyrir Grindvíkingum í kvöld. Þið voru nálægt á köflum, en hvað vantaði upp á? Það vantaði voðalega lítið, en þetta svona margt jákvætt í þessu, en það var bara ekki nóg. Nú eru þið í 8. sæti ennþá allavega í bili. Næsti leikur móti Hetti, hversu miklu máli skiptir hann fyrir liðið eins og og fyrir Breiðablik yfir höfuð? Sá leikur? Já. Bara mjög miklu, ég finna alveg eins og þessi leikur, þetta skiptir allt miklu máli og þetta var bara þessi, við vorum ekki byrjað að hugsa það, þessi leikur náttúrulega við ætluðum að vinna þennan og það náðist ekki, þannig að við verðum bara að koma tilbúinir í þann leik, við hefum heimaleik sem betur fyrir og við verðum bara að reyna að bæta okkur. Núna átt þú son sem spilar erlendis, eigum við von á því að sjá bróðurinn úti á næsta ári? Það ómögulegt að segja, ég finna að allir ungir drengir það dreymir sem eru í þessu, það dreymir að fara að spila úti og ég efast það ekki að hann dreymir það eins og mjög mörgum öðrum. Hvernig hefur þið svo lítist á útlenda hópinn þinn í ár? Hvernig hefur hann stöðið sig? Hann bara, þetta búið að vera upp og ofan og það var kannski svona vantar svolítið búið til liðsbraga á þessu. Það hefur svona verið aðalmálið, en þeir eru allir toppgaurar og standa sig vel á æfingum og allt. Þetta bara, það bara vantar herslumunni á okkur. Þakka þér fyrir. Já, takk.